Komiði sæl og til hamingju með 100 ára afmæli fullveldis Íslands. 100 ár í sjálfu sér ekki langur tími, ekki fyrir maður fer að rifja upp allt það sem hefur gerst á þessari einu öld. Þá breytist viðhorfið. Við ætlum að staldra við á þessum tímamótum og horfa til framtíðar í ljósi þessara fortíðar eða í spegli þessara 100 ára. Við ætlum að byrja þáttinn í Aðaldal, nánar tiltekið í gamla torfbænum á Grenjaðarstað. En hér ætlum við að ræða við Guðna T.H. Jóhannesson, forseta Íslands. Þingeyingar voru framarlega í sjálfstæðisvakningu á 19. öld. Endurreist Alþingi kom fyrst saman árið 1845 og til eru heimildir fund hér á Grenjaðarstað þá snemma árs þar sem bændasynir komu saman að ræða landsins gagn og nauðsynjar og framtíðina og þess vegna þótti mér við hæfi að í umræðum sjálfstæði og fullveldi og framtíðina litum við leið öxl á þessum frábæra stað þar sem við eigum þennan torfbæ sem vel haldið við og svona tákn liðna tíð en leið framtíðar og fullveldis andan sem hér bjó með fólki. En hversu mikilvægur áfangi fullveldi 1918 í okkar sögu? Þetta ein stærsta stundin á okkar sjálfstæðis og framfarabraut í stjórnskipulegu tilliti. Auðvitað þurfti miklu meira til þess að Íslendingar yrðu algerlega sjálfstæð þjóð. Það þurfti framfarir á sviði efnahags og í samfélaginu, aukið réttlæti, aukin jöfnuð, aukin tækifæri til að fólk gæti sýnt hvað í því býr. En í stjórnskipulegu tilliti var þetta eitt stærsta skrefið, ef ekki það stærsta, með þeim fyrirvara þó að enn átti eftir að rjúfa með öllu formleg tengsl við erlent vald. En með fullveldis yfirlýsingu 1918 og sambandslögunum var orðið ljóst að Íslendingar gætu tekið æðsta valdið í sínar hendur með tíð og tíma. Þannig að þetta stóri áfanginn á sjálfstæðisbrautinni. Stærri heldur en 1944? Já, við þurfum ekki að fara í einhvern meting það. En Ísland frjálst og fullvalda ríki. Einungis sú setning segir svo mikið. Sá áfangi náðist 1. des 1918 en svo auðvitað fögnum við lýðveldisstofnun 17. júní 1944 og því að æðsta valdið, þjóðhöfðingjavaldið færist hingað að fullu og öllu og það auðvitað eins mikið skref skulum við segja. En ef við lítum á hana tíma frá 1918 til 1944, hvað var svona að gerast hérna þá? Þetta var tími umbreytinga. Bændasamfélagið var að breytast, útvegur að eflast, aukin stéttaátök og við sjáum þá á stjórnmálasviðinu, flokkarnir fyrir 1918 eða þar bil snerust að mestu leyti afstöðuna í sjálfstæðisbaráttunni, hversu hratt skyldi ganga, hvaða leiðir skyldi fara að loka markmiðinu. Eftir fyrra stríð og fullveldis skrefið mikla 1918 snúast stjórnmálin hér innanlands hvernig við byggjum upp okkar samfélag og þá tekist á eftir stétt og stöðu. Það Framsóknarflokkur bændanna, sjálfstæðisflokkur sem leggur áherslu á sjálfstæði og stétt með stétt en flokkur kaupmanna, iðnrekenda og útgerðarmanna á þar fram til götum og svo höfum við alþýðuflokkin, flokk verkalýðsins og svo verður klofningur þar en þetta heildarmyndin, stéttastjórnmál taka við af sjálfstæðisstjórnmálum. En ef við lítum aðeins á Dani, þá ræst ég á viðtalsbók við Margréti Danadrottningu og ég las í gegnum línurnar ákveðna biturð út í Íslendinga fyrir það að hafa, nýta sér þetta uppsagnarákvæði í sambandslögunum 1918. Hefur þú orðið var við þetta, eða þennan tón í Dönum?
Ekki ég, nei, og mæti eingöngu velvild og hlýhug þegar ég held til Danmerkur og hitti Danadrottningu að máli og hennar fólk. En hitt rétt sem þú nefnir að mörgum Dönum fannst, að ekki sé talað Kristján X Danakonung, að Íslendingum hefði borið að bíða stríðsloka. Eftir því sem málum vatt fram, þá var ljóst að langlíklegast væri að bandamenn höfðu sigur í seinni heimsstyrjöld og þá tæki við framtíð þar sem Íslendingar og Danir gætu þá rætt saman þessi sambandsslit. En höfum í huga að samkvæmt sambandslagasáttmálanum frá 1918 þá gátu við árslok 1940 báðir aðilar krafist endurskoðunar og svo verða vill uppsagnarsamningsins frá 1943. Þannig að því leytinu til var rétturinn okkar megin. Mótrök Dana voru þau að þeir voru ekki í neinni aðstöðu til þess að semja eða tala undir þýsku oki. Og allt þetta núna fyrst og fremst fyrir sagnfræðinga og annað fólk með áhuga á þessari sögu að fjalla Hér heima skiptist menn vissulega í svokallaða lögskilnaðamenn sem vildu bíða og hraðskilnaðamenn sem sögðu að það væri okkar réttur að lýsa yfir hér fullum slitum og lýðveldi þegar okkur sýndist út frá vanefndum Dana. En nú stundir finnum maður enga biturð hjá Dönum. Það frekar að þeim finnist þetta löngu liðin tíð. En svo ég ítryggi það er vissulega rétt sem þú nefnir og ég hef heyrt frá Íslendingum sem héldu til Danmerkur fyrstu árin og áratugina eftir stríð að það gætti þessar biturðar. Af hverju biðuð þið ekki? Já, af hverju biðuð við ekki? Hvað var það eiginlega hvaðan kom þessi kjarkur eða kraftur? Já, allt frá miðri 19. öld, hið minnsta, var tímans þungi niður þannig að ákallið sjálfstæði varð æ ríkara og við höfðum í okkar sögu og menningu grundvöll að standa á. Við áttum okkar tungu og eigum hana enn. Við áttum okkar menningararf og eigum hann enn. Og við áttum hér náttúruauðlindir og eigum þær enn. Þannig að forsendur til þess að segja við sjálfan sig og aðra að við gætum staðið hér á eigin fótum voru fyrir hendi. Málið snerist eingöngu það að þetta þurfti að gerast skref fyrir skref og það var mjög skynsamlegt að mínu mati og að ég hygg flestra sem líta með sanngirni á þessa sögu. Þannig að Jón Sigurðsson og aðrir sem völdust hér til forystu miðja 19. öld og árin þar og eftir sáu vissulega að Ísland gæti ekki orðið sjálfstætt ríki af fullu öllu á svipstundu. En smám saman jókst okkur kraftur, smám saman færðist meira vald inn í landið. Við fengum okkar eigin stjórnarskrá 1874, heimastjórn 1904 og svo fullveldi 1918 og lokaskrefið 44. Þannig að í ljósi tímans sýnist manni að meira og minna hafi þetta gengið eftir því sem óumflýjanlegt þótti. Bílar? Það ekki til bílar í gamla daga. Ekki neitt rafmagn, ekki neitt sjónvarp, ekki neitt YouTube eða svoleiðis. Engir snjallsímar. Já, Jón var náttúrulega helsti leiðtogi þessar baráttu sem við kallum sjálfstæðisbaráttu á 19. öld. Hann varð svona að þessum leiðtogi miðja öldina, miðja 19. öld og hann náttúrulega fæddur þarna 1811 og dáinn 1879. Þannig að hann þarna í einhverja áratugi svona þessi leiðtogi og stundum kallar Jón forseti vegna þess að hann var forseti bókmenntafélagsins í Kaupmannahöfn, hafnardeildarinnar. Nú hann sem sagt talaði fyrir sjálfræði Íslands og ekki sjálfstæði eins og við myndum tengja við 20. öldina. Hann ekki að tala lýðveldisstofnun og annað slíkt.
Þannig að það hefði þetta verið bara allt og róttæk skoðun fyrir þann tíma. En svo verður maður náttúrulega líka að hafa í huga að hann var ekki einn. Það voru ýmsir sem komið þarna á undan honum eða voru samtíð honum. Við þekkjum auðvitað þessi nöfn, við þekkjum Baldvin Einarsson, við þekkjum Fjölnismenn og þeir eru að gæla við þessar nýju hugmyndir sem þeir fá frá meginlandinu. Þeir fara til náms í Kaupmannahöfn við Hafnarháskóla og þar kynnast þeir þessum nýju hugmyndum sem að streyma inn til Danmerkur. Við erum náttúrulega að tala hugmyndir þjóðerni, nýjar hugmyndir þjóðerni og þjóðernishyggju og þeir yfirfæra þetta á Ísland og fara þá að færa rök fyrir því að Íslendingar séu þjóð og hafi þá ákveðin réttindi gagnvart Dönum. Og þeir eru náttúrulega líka með hugmyndir, þeir eru ekki bara að tala aukið sjálfræði innan Danaveldis, þeir eru náttúrulega ekki að tala sjálfstæði, þeir eru ekki að tala það að Ísland eigi að vera algjörlega sjálfstætt, heldur vilja sjálfræði innan Danaveldis. Þannig að þeir eru ekki að tala að steypa konginum, henda konginum. En þeir eru líka með hugmyndir almenna breytingar á samfélaginu. Þannig að þeir eru ekki bara að tala stjórnskipulagið, þeir eru að tala nútímavæðingu samfélagsins. Allt verður þetta haldast í hendur og þannig að þeir búa auðvitað í Danmörku, þeir sjá breytingarnar, þeir upplifa breytingar 19. aldar út allt. Það gríðarlegar auðvitað breytingar á þeim tíma sem þeir búa í Danmörku og þeir eru þá að hugsa sér þeir eru þá að velta fyrir sér hvernig þeir geta yfirfært þessar breytingar yfir á Ísland. Þannig að, en Jón þessi leiðtogi og síðan þegar sjálfstæðisbaráttan fer á fullan snúning í upphafi 20. aldar, þannig að hugmyndin þá algjörlega sjálfstætt Ísland að þá dusta menn aftur rykið á Jóni og fara að nota hann sem tákn í baráttunni gegn Dönum. Þannig að þá verður hann eitt aðal táknið og hann hefur verið mjög mikilvægt tákn sem sagt allar götur síðan. Og þannig að hann bara eins og þjóðfáninn eða eitthvað annað slíkt sem þá notaður í baráttunni fyrir sjálfstæðinu og síðan fyrir viðhaldi sjálfstæðisins. Og þannig að menn fara að snemma að halda upp á afmælisdaga hans sem síðan leiðir til þess að lýðveldið stofnað 17. júní. Þannig að það eru fjölmargir aðilar sem hafa þá verið að nota sér ímynd hans, nota sér hans sem tákn, hvort sem það eru opinberir aðilar, fyrirtæki, einstaklingar eða stofnanir. Er þetta leikir á ost? Bítu á... Þetta svona til að strauja? Já, ég var bara að segja það. Strauja föt og maður setja eitthvað hérna inni til að láta hitta eða eitthvað. Eitthvað, ég veit það ekki. Fyrst ég held að þetta verið ostur, þetta svona formið eins og ostur. Frá Philips? Já, frá Philips, en þetta eitthvað svona rafmagnstæki sem að segja líka snúran. Þetta frá Philips og það stendur Hertz. Já, þannig að það stendur, þetta held ég hátalari. Já, ég myndi halda það. Ég pínu vissi að þetta sé útvarp, mögulega, eða bara hátalari. Ég held að þetta sé útvarp. Já, ég skilði. Af hverju myndirðu vilja hátalara 1900 og súrkál? 1900 og súrkál? Já, það svo merkilegt með árið 1918 að þetta ár sem að sameinar eiginlega það að vera á mótum gamals tíma og nýs. En þá bjó rétt rúmur helmingur þjóðarinnar í dreifbýli og tæpur helmingur, sennilega svona 40–45% bjuggu í torfbæi. Það voru gamaldags atvinnuhættir til sveita eins og höfðu verið aldir og þangað hafði nútíminn í raun og veru ekki náð. Til sjávarins var þetta svolítið öðruvísi, vélvæðingin var orðin 15–16 ára gömul og það voru komin í mótorstjallir á firði. Verkaskipting kynjanna var með gömlu móti. Konur gegndu ákveðnum hlutverkum og karlar öðrum. Á Alþingi var ekki einasta kona. Við máttum bíða í 2 ár í viðbót eftir henni. En síðan þetta ár líka svolítið merkilegt fyrir það að það eiginlega skuggsjá á liðin tíma ef við getum orðað það þannig. Íslendingar hafa átt í misjafnri sambúð við umhverfi sitt allar aldir og við fengum þarna í einu vettfangi. Við fengum gríðarmikinn harðindakafla og kaldasta vetrarpart sem við höfum nokkru sinni átt síðan mælingar hófust. Við fengum hingað drepsótt haustið og við fengum mikið eldgos. Allt hafði þetta miklar afleiðingar fyrir fólk og fénað.
við sáum grasbrest, við sáum hafþök af hafís frá Hornströndum og alveg suður í Berufjörð og þessi hafþök leiddu af sér auðvitað samgönguleysi, af sér einföldu ástæðu að hér voru ekki vegir og hér voru ekki bílar, þannig að samgöngur á landi voru með gamla mátanum. Berklar voru hér landlægir, við vorum nýbúin að reisa berklahæli, meiri hluti landsmanna gekk í farskóla eins og verið hafði áratugaskeið og það liðu enn áratugir þar til farskólarnir runnu sitt skeið á enda. Nú í harðindakaflanum mikla í janúarbyrjun þessa árs, þá var sett Íslandsmet í kulda, þá fór frostið niður í 38 stig, það geysi mikið. En við fengum bæði hafís og síðan mikinn lagnaðarís á fjörðum, bæði hér norðanlands og austan en eins fyrir sunnan, Faxaflóin fraus að talsverðu leyti. Þannig að hafþök af ís voru raunverulegt hugtak. Þessu fylgdu hvítabirnir og hvítabirnir gengu á land, svo merkilegt sem það kann að vera. Þannig að við sáum eitt og annað og í kjölfarið fengum við síðan eftir að þessum langa kafla lauk, eða langa, þetta í janúar sem kaldast, þá kom þokkalegt í mars en síðan kom kalt vor og kalt sumar og heifengur var í hæsta lagi helmingur þess sem að verið hafði og bændur skáru niður búfénað haustið, sennilega samt ekki nóg. Katla fór á staði 12. október ef ég mann rétt og hún var að þar til nóvemberbyrjun með tilheyrandi eyðingu og síðan þegar hún var komin í fullan gang og þegar kom fram í nóvember þá var spænska veikin komin til landsins. Heitir eftir Spánverjum af undarlegum ástæðum en þetta var stæður mislingafaraldur og síðasta drepsótt sem að gekk hér í landi. Já, þetta svona eitthvað þriftótt. Já, örugglega eitthvað þannig. Þetta var sett eitthvað hérna ofan í og ég skil ekki hvað þetta er. Er þetta sumbissa? Er þetta vassbissi eða eitthvað? Ég skil ekkert hvað þetta er. Ég veit ekkert hvað þetta er. Hárblásari. Já. Ég sé svona í mynd, þetta er hárblásari. Stingur þetta í samband Setur þetta yfir hausinn á þér. Setur þetta á hausinn á þér, svo kveikirðu á þessu. Og tengir rörið eitthvað staðar. Tengir þetta hérna, eða sturrið hérna, festið sér, það kemur hérna. Já, það kemur, þetta er hárblásari. Eitthvað svona gamalt, þetta er þetta klæði. Klóra með hausinn. Nú fyrsti forsetinn 1944 Sveinn Björnsson og hann kosinn af Alþingi til embættis. Segðu mér frá þessari breytingu og hvað var til þess að það var farið frá því? Já, þetta náttúrulega löng saga og flókin en í grófustu dráttum hún á þann veg að meirihluti þingmanna var þeirra skoðunar fyrst sinn að forsetinn skyldi vera þingkjörinn og þá sjá menn fyrir sér að forsetinn yrði áfram eins áhrifa og valdalítill, valdalaus og konungur hafði verið árin milli stríða. Við höfðum hér konung Íslands, Kristján X, en hann skipti sér ekkert af íslenskum stjórnmálum. Það hefði orðið uppþot og endalok konungdæmis hans ef hann hefði farið að véla íslensk stjórnmál, reyna að skipa eigin ráðherra, neitað að skrifa undir lög og þar fram til göttunum. Þannig að ég hygg að þingheimur hafi séð fyrir sér að fyrsti forseti lýðveldisins og þeir sem á eftir honum kæmu myndu feta sömu slóð. Nú gerist það hins vegar að almenningur andsnúinn þessari hugmynd, vill fá að kjósa sinn þjóðhöfðingja sjálfur
að kjósendur, fólkið í landinu, velji sér forseta. Nú ekki þar með sagt að fólk hafi séð fyrir sér þá valda mikinn forseta, en Íslendingar vildu velja sér sinn forseta. Ekki að það væri í höndum þingsins, því að þá sjáðu til líka miklu hættara við að forsetin verði kjörinn eftir flokkspólitískum línum og verði valdalaust tæki stjórnmálaflokkana. Þannig að sem betur fer, má segja, hiklaust, sáu þingmenn að betur færi á því að forseti væri þjóðkjörinn, en hins vegar skildi hann þingkjörinn til 1 árs í fyrsta sinn sem raun varð á Þingvöllum 17. júní 1944 og þá sáum við þessa hættu á flokkspólitískum áherslum því að þó nokkur hluti þingmanna sem var ekki ánægður með Svein Björnsson ákvað að sitja hjá eða annarkvort kjósa annan og þar einmitt rofnaði sú samstaða sem fólk vildi hafa lýðveldisstofnunina og kjör fyrsta forseta Íslands. Og það má kenna þessari pólitík sem þarna blossaði upp. Þannig að þetta svona í grófustu dráttum sagan af því hvernig forseti Íslands varð þjóðkjörinn en ekki þingkjörinn eins og meirihluti þings vildi fyrsta kastið. En ef við skoðum nú embættið á þessum tíma, 1944 og svona fyrstu árið þar og eftir og berum saman forseta embættið í dag, hverjar eru svona megin breytingarnar? Já, í stjórnskipulegu tilliti staða forseta nær nákvæmlega eins að varla breyst hafi stafkrókur í ákvæðum stjórnarskrár forseta Íslands. Allt annað hefur tekið miklum breytingum. Hraðinn í samfélaginu allur annar, það fylgst mun betur með hverju fótspori forseta hverju sinni og ekkert undan því að kvarta, þetta bara samfélagið sem breytist og þetta embætti með. Þar að auki eru umsvif forseta á alþjóðavettvangi mun meiri nú og hafa verið undanfarna áratugi en áður var og þar verður mesta breytingin að sjálfsögðu með kjöri Vigdísar Finnbogadóttur sem verður okkar frábæri fulltrúi á alþjóðavettvangi í krafti þess að vera fyrsti þjóðkjörni forsetinn í heiminum kvenkyns og það vakti heimsathygli og svo var líka þetta embætti að breytast og allar samgöngur og landkynning var að verða miklu ríkari þáttur í starfskildum forseta og svo hefur það verið síðan. En ef þú skoðar nú þitt embætti í dag, hvað hefur þú mikið ráðrúm til þess að hafa áhrif á hvernig þetta embætti fyllt eða leyst? Já, hver forseti mótar embættið eftir þeim venjum og hefðum og reglum sem fyrir eru, en innan þess ramma ákveðið svigrúm. Ég held við getum sagt þegar við lítum öxl að Íslendingar hafi hverju sinni verið sæmilega sáttir með sinn forseta og við lítum í þann reynslusjóð, horfum til þess sem einhugur var að vel væri gert og lítum líka á það sem segja má að læra megi af hvernig gera skuli þá öðruvísi og svo reynum við að bara gera sitt besta. Ég ber djúpa og mikla virðingu fyrir þessu embætti. Í þessu embætti ákveðin íhaldssemi að ríkja. Ég held að allir geti verið sammála það, en leið má ekki festast í einhverjum viðjum fortíðar og þannig mótast þetta embætti áfram. Þetta getur allavega ekki verið stafur. Kannski, en þetta vöfflur? Ég myndi halda þetta til að flengja fólk. En þetta ekki það. Ég búinn að sjá þetta aður einhvers staðar. Ég veit ekki alveg. Ég held að þetta sé. Segjum að þú sett með lag. Það lemur. Til að dusta rykið. Já, til að taka rykið af. Já.
og síðan við minni heitir þetta ekki vöndur. Þannig að í jólalegin jólasöng, já, og flengja þá með vendi, skilur. Já, jú. Ég held það alveg. Já. Það makes sense. Já, það svona, þú passar. Þannig að þú myndir lemja hluti til að taka rykið af og síðan kemur Grýla og lemið í rassinn. Já. Velkomin hingað í gömlu rafstöðina við Glerá á Akureyri. Þetta er sögulegur staður og hann er sérstaklega valinn til þess að undirstrika mikilvægi rafvæðingarinnar í þróun þessara 100 ára sem við ætlum að skoða hér í þessum þætti. En hingað eru komnir 4 góðir gestir. Þetta eru Edda Hermannsdóttir, hagfræðingur, Hjörleifur Stefánsson, arkitekt, Jóhanna E. Pálmadóttir, framkvæmdastjóri og Ragnar Þór Pétursson, formaður Kennarasambands Íslands. Mig langar til að ræða þessum búsetu og húsakost og fjölskylduna sem fyrir 100 árum, Hjörleifur. Sko, ef maður á að lýsa þessi örfáum orðum, þá er það kannski þetta að meiri hluti þjóðarinnar bjó í torfhúsum fyrir 100 árum síðan og það er fyrir mörgum svolítið sláandi upplýsingar. Hvernig húsakostur var þessi torfbær? Torfbærinn, sko Íslendingar hefur náttúrulega búið í torfhúsum alveg frá því að land byggðist og þau hefur þróast mikið á þessum tíma, en á 18. öldinni þá gengu miklar hörmungar yfir landið og torfbærinn versnaði gríðarlega mikið. Hann hafði á tímabili sko verið, eða híbýli manna, þar að segja baðstofan hafði verið yfirleitt þyljuð á innan, en á 18. öldinni var það algengara að menn hefði ekki efna á að þylja þessi hús að innan. Fæstir bændur áttu húsin sem þeir bjuggu í, þeir voru leiguliðar og jarðareigandinn hafði alltaf átt að leggja til þess að halda við húsunum, en þeir hættu því á þessum tíma. Svo gerist það sko í kringum svona í miðja 19. öldina, þá verður einhver vakning, sko þá hefur þjóðarhagur batnað heilmikið og þá fara menn að leita leiða til þess að bæta híbýlin. Og það er hægt að sjá í alls konar ritum, tímaritum sem gefur nú út á þessum tíma mjög mikla umræðu nauðsyn þess að bæta híbýlahætti og vangaveltur það hvernig þetta megi gerast. Sko, þetta var fyrst og fremst að híbýlaháttum fólks út á landi í dreifbýlinu. Í Reykjavík til dæmis og í kaupstofunum urðu breytingarnar hraðari. Það var ýmislegt sem olli því að þar höfðu menn samanburð til dæmis við híbýlahætti embættismanna og kaupmanna sem voru miklu betri. Íslensk híbýli, þar að segja baðstofan, hún var óupphituð öldum saman. Það var engin hiti í baðstofunni nema sá hiti sem kom frá líkömum fólksins þar. Og þá er það bara einfaldlega þannig að því þrengra sem menn búa þeim betra. Það er gott að standa þétt saman og hafa ylinn hvert á öðru. En svo gerist það þarna á seinni hluta 19. aldar að eldamaskínur og ofnar fara að berast til landsins og í einstaka torfbæ í Reykjavík til dæmis komu ofnar á seinni hluta 19. aldar en þeir þekktust varla allir sveita. Árið 1900 til dæmis eru örfá dæmi þess að eldavélar hafa verið komnar í torfbæina. Þetta verður algjör bylting, það er að segja bárujárnið sem kemur til sögunar 1870 og veldur því að menn geta farið að búa til vatnsþétt þök. Það er stóra byltingin og svo ofnarnir og af þessu leiðir svo að torfbærinn úreldist, skulum við segja, á tiltölulega stuttum tíma og það gerist miklu hraðar í bæjunum heldur en í dreifbýlinu. Hafið þið einhvern tímann heimsótt fólk í torfbæ? Ekki sem bílðar, en komið í torfbæ bara sem er þá söfn eða viðhaldið. En það er eiginlega kynslóðin fyrir ofan mig sem bjó í torfbæ. Þannig að fólk sko í minni fjölskyldu fætt rétt fyrir miðja öld náði í halan á því að búa í torfbæ. En svo hvarf það hratt. Já. Edda, hvernig heldur þú að hafa verið að búa í torfbæ? Mér finnst þetta áhugaverðast auðvitað einmitt varðandi upphitunin að það hafi ekki þurft bara upphitun í þessum torfbæjum, að það hafi verið þessi hiti hafi dugað
og þessi nánd á milli fólks sem svolítið bara skemmtilegt að hugsa til hvað þetta einstakt að hlýja hvort öðru hafi svona verið það sem skiptir miklu máli, sko. Nú erum við hér í gamalli rafvirkjun og ansi kalt, þannig við stöndum svolítið þétt. Var þetta ekki alveg gífurlega mikil bylting þegar rafmagn kemur og rennandi vatn í hús? Jú, það hefur verið alveg gríðarleg bylting. En þetta gerist náttúrulega smá saman og til dæmis seinustu torfbæirnir í Reykjavík sem að hverfa svona kringu 1930. Eitt sá allra seinasti var Sölvhóll við Sölvhólsgötu, þar sem að menntamálaráðuneytið hefur verið til húsa. Þar var til dæmis búið fram til 1930, þetta hafi verið rifið 1934 minni mig, en það kom til dæmis aldrei rennandi vatn í þann bæ. Það til ljósmynd af vinnukonu bæjarins að sækja vatn í brunn, hún þurfti að ganga 200 metra vegalengd og ná í allt vatn. En byltingin var náttúrulega gríðarleg og sko bara heilbrigðishættir, sko hreinlæti og heilbrigðishættir breyttust svo gríðarlega við það að timburhús og steinhús komu til sögunar. Ég heiti Fossetanamáli að Grenjastað. Ekki það dæmigerður torfbær? Nei, hann einn af þeim alglæsilegustu. Þetta var náttúrulega prestsetur og þarna bjuggu efnamenn og Grenjastaður held í stærsti torfbærinn sem við eigum og þar kom eldavél tiltölulega snemma, ég man nú ekki árið en það kom stór eldavél sem var sett í stofu undir baðstofunni til þess að hitinn frá eldavélinni leiddi upp í baðstofuna. En þetta var undantekning. Sko Tryggvi Emilsson segir frá því í bók sinni Fátækt fólk að hér á Eyjafjarðarsvæðinu á þriðja áratugnum, ég minni það hafi verið 1925-6-7, þá þekktist alla eldavél í nokkrum torfbæ hér og hann segir frá þessu að hitinn og það þéttbýlið í baðstofunni var svo mikilvægt að ef að einn maður úr baðstofunni þurfti að bregða sér frá í kuldatíða vetralagi, það var gjarnan sótt kind til að sitja í rúminu hans og jafnvel kálfur. Þetta skipti bara öllu máli. Mjög heimilislegt. Gerir þið þetta á Akri? Nei, en oft hafa komið kindur inn bara hreinlega til þess að bjarga lífið þeirra en ekki til að bjarga lífið okkar. Það hefur oft gerst. Hjörleifur, þú hefur nefnt bæði torfbæi og eins líka timburhús, en hvenær kemur Steinstefán? Steinstefán kemur til sögunar þarna rétt fyrir aldamóti 1900 og hún heldur eiginlega innreiði sína með hegningarhúsin við Skólavörðustíg í Reykjavík. Það byggt 1872 og þá líklega í fyrsta sinn notað sement. Það notað sement til að binda saman veggina og steypt gólf og einn af steinsmiðunum sem þarna vann, Sigurður Hansson hét hann fór síðan upp á Akranes og byggði þar hús fyrir prestinn í Görðum og þar var byggt úr steinsteypu í fyrsta sinn. Hann ætlaði að byggja húsið úr högnu grjóti en það var svo erfitt grjótið að hann muldi grjótið og steypti með sementsteypu hleðslusteina í mót og hlóð svo upp húsið og þaðan fór hann svo nokkrum ári seinna að Sveinatungu í Norðurárdal og þar steypti hann íbúðarhúsið í mótum eins og ævinlega hefur verið gert síðan og svo fór þeim fjölgandi eftir þetta en fyrst og fremst þó í þéttbýlinu. Hvernig búið þið? Já, bara í venjulegu fjölbýlishúsi sem byggt þannig að líklega miklar það á næstu áratugum. Já. Og það einhverju handvömm innan. Ert þú líka í mikluhúsi? Nei, ég bý í húsi sem var byggt á árunum 1950-51 og það var bara smiður í sveitin sem tók þetta að sér og það ekki nokkur tónnari en að eins sko. Þetta var náttúrulega bara gert af þeirri kunnáttu sem til var. Og með það ekki þykka kannski, óvenjum þykka veggi en það harða, það þarf umhugsun að maður fyrir að setja mynd á vegg. En þú veit það. Í mjög svona klassísku steyptu húsi, ég segi eins og þú, maður bara vonar það besta að það sé þolið þetta, þessar rakaskemmdir sko, sem maður ræðist í nútíma umræðu sko. Hvaða fyrirbæri þetta? Sveppir og mygla og allt það sem að hrjá hús í dag? Sko,
þetta er erfitt samanburð, sko. Torfbærinn eins og hann var, jafnvel upp á sitt besta, hann var náttúrulega miklu óheilnæmari heldur þetta hús sem við búum við í dag. Og ég hugsa að í Torfbænum hafi þrifist allir sveppir sem þrifist geta á Íslandi bara yfirleitt, sko. En sko, þegar farið var að byggja timburhús hér í stóran stíl, þá voru þau stórgölluð upphaflega. Þau héldu hvorki vatnin í vindum og í lok 19. aldar, sko, þegar búið var að byggja töluvert á timburhúsum, þá höfðu menn litla trú á því að menn myndu til framtíðar byggja timburhús á Íslandi. Steinsteyptu húsin sem byrjað var að byggja, þau voru að ýmsu leyti framan af betri heldur en þau sem að byggð voru svo eftir 1930, 40, 50. Við lögðum gríðarlega mikið upp úr því að hafa tvöfalda steinsteypta veggi og holrúm á milli sem fyllt var með ýmiss konar einangrun, það gat verið mosi eða mór eða hey. En þetta voru hús, sko, sem að líklega hafa seint mygla á. Svo er farið að framleiða hús í stórum stíl sem eru einangruða innan og þá verður til ákveðið vandamál. Það er að segja að kuldan getur leitt í gegnum veggina og inn í gólfin, sérstaklega við mót gólfs og veggja. Þar verða veggirnir kaldir að innan og þar þéttist raki úr andrúmsloftinu og þá verður það myglusveppur. Hins vegar, þá held ég sjálfur, sko, að það sé búið einhvern veginn að tala þetta upp ef svo má segja þetta vandamál. Nú skulum við hvíla okkur á sveppum og snú okkur að öðru. Mér langar aðeins til að spyrja þig þróunina varðandi höfuðborgarsvæði og landsbyggðina eða landsbyggðir eins og við tölum fyrir norðan. Hvenær fór fólk að streyma til Reykjavíkur? Og ekkert bara þú sem ert út á landi. Já, sko, ég myndi nú hvenær fór fólk að streyma? Var það stríðið eða? Hvaða merkingum maður leggur í það orð, sko, en þessi þróun byrjaði náttúrulega miðja 18. öldina bara með stofnun innréttingin í Reykjavík. Þá varð til bæjarsamfélag og svo hefur þessi þróun farið stigvaxandi. Sko, á fyrstu áratugum 20. aldar var mjög mikil breyting sem að og fólksfjöldi í Reykjavík til dæmis óx hröðum skrefum, en þetta var stigmögnun, þetta er svona exponential kurva, það verður hraðar og hraðar eftir sem tíminn líður. Það er náttúrulega langa einfaldast að útskýra þetta bara með línuritum þar sem þetta sést myndrænt hvernig þetta gerist. Þú ert enn út í sveit. Komin aftur, já. Fórstu til Reykjavíkur? Ég er búin að fara út allt. Ég bjó vegna starfa föður míns, þá bjó ólst ég að hluta til upp í Reykjavík. Alltaf rætutan náttúrulega heima á Akri. Og síðan við hjónin voru ráðsmenn hjá honum í 3 ára áður en fórum til Danmörku til mennta. Og svo byggum við á Hvanneyri og Selfossi áður en við flyttum aftur heim. Komum heim sem sagt í 97. Hvernig sér þú svona lífið Reykjavík landsbyggð? Ég sá aldrei lífið í Reykjavík því ég var alltaf með hjartað hérna fyrir norðan. Það er náttúrulega bara allt öðruvísi og ég hef nú stundum sagt að það getur alveg eins verið og jafnvel meira einmanna í Reykjavík heldur en út á landi því að það er kosti við að búa út á landi að fólk fylgist með hvort öðru, sumir líta á þetta sem galla en ég tel það kosta því þá er fólk ekki saman nágrannana. En náttúrulega tækifærin eru miklu fleiri í Reykjavík og í þorpum, bæði í sambandi við félagsskap, þjónustu alla í sambandi við heilsugæslu og allt þetta, ef eitthvað kemur upp að þá verður maður að fara til Reykjavíkur alltaf. Þannig það er bara, meðan all leikur lindi þá er þetta dásamlegt náttúrulega. Edda og Ragnar, nú eru þið bæði frá Akureyri og bæði flutt í Reykjavíkur. Hafnarfjarðar. Þetta sé svolítið ríkt í manni þegar maður er búinn að búa að minna svæði að maður leitar í svæði í Reykjavík þar sem maður leitar í þetta litla samfélag og vill þess að nánd bæði við atvinnu og heimili sem mann finnst skipta máli, geta gengið og það er alltaf mjög ríkt í mér sem ég var hér fyrir norðan. En auðvitað er þessi tækifæri, skóli, atvinna sem togar í mann sögu, sko, en það hefur þótt, maður hefur gaman þessu uppbyggingunni hér á Akureyri, sérstaklega varðandi háskólasamfélagið, sem var ekki svona öflugt, ekki þegar ég var ung, það búið að breytast mjög hratt. Og námið sem ég fyrir var ekki í boði hér á þeim tíma. En þú, Ragnar?
römm svo taug og það allt og ég held að mjög margir og allavega ég geng alltaf með þá grillu að hér sé best að vera. Hér líður manni best og þegar maður keyrir hérna fyrir hálsinn og sér ljósinn og þá gerist eitthvað innra með manni. Ef maður flýgur þá stígur maður út á flugbrautina og andar djúpt að sér. Í dag var sunnanátt þannig að ég fann bara mykjulyktina á sveitinni og ég held að þetta sé dálítið þannig, þannig finnst andrúmsloftið alltaf betra hérna þó að sé pínu mykjulykt af því stundum. En ef við lítum nú aðeins á fjölskylduna sem að bjó í þessum húsum hérna, þá hafa orðið mikla breytingar í sambandi við fjölskyldustærð á þessum 100 árum. Já, það hefur orðið algjör viðsnúningur ef svo má segja. Sko, ef við lítum til dæmis á tímabilið frá upphafið 20. aldar og til svona 1960, 70, 80 þá fjölgar gríðarlega mikið þeim fjölskyldum hlutfallslega þar sem eru fáir búa saman, 2, 3, 4, 5 manna fjölskyldur, þeim fjölgar, en stóru fjölskyldunum með 10 heimilismönnum til dæmis og þar yfir, þeim snar fækkar. Þetta er mjög áberandi þróun, en jafnframt sko þá gerist það og sem er náttúrulega hluta þessari skýringu að fleiri kynslóðir bjuggu áður saman og það einhvern veginn það dvínar, en líka þetta að sko barneignum fækkar og fjölskyldurnar verða æ minni og já, þetta er sem sagt bara mjög áberandi þróun og er í raun og veru enn að eiga sér stað sko, enn er þetta að minnka, fjölgar þeim sem að búa jafnvel einir, það er einhver þróun sem við sjáum ekki fyrir endan á. Hvernig býrð þú? Í dag, í fjölskyldustærð. Nú er ég með þetta típiska íslenska fjölskyldu samansetta með 2 börn og 1 svona aukabarn, það er 3 börn. En eins og segir að það er frá 1970 muni strax að það er búið að fækka 1 barn á hverja konu á þessum tíma. Og svo er líka bara þjóðin að breytast, að hún er að eldast og hlutfallslega þessi yngri hópur, hann er alltaf að minnka, þessu unga fólki og þegar við horfum að líka minnkandi fjölskyldustærðir þá er við meira eftirspurn eftir minna húsnæði. Þetta var svo mikil áhrif á hvernig við búum og lifum að fjölskyldustærðir það er mjög stór þáttur. Þú varst með píramída hér áðan. Já. Ég man stutt eftir að við komum heim aftur, eða rétt undir aldamótum, þá fórum við á bændafund þar sem var að kynna fyrir okkur nýtt mat á skrokkum í sláturhúsinu og ég veit af hverju þetta var þarna, ég man það ekki. En þetta er algjörlega ógleymanleg stund þegar var verið að sýna píramídan sem sagt að undir venjulegu kringumstæðum þá væri sem sagt börnin hér flest og svo fækkaði þetta svona smátt saman. En þarna undir aldamótum þá er farið að tala að þetta sé orðið svona. Svo var. Og nú má eiginlega segja að við séum að vera svolítið svona. Að þeim börnum hefur fækkað svo mikið. En í samband við fjölskyldustærð þá búum við 2 fjölskyldur, það má segja. Og ég er alveg uppi bæði báðar ömmu mínir og afar voru í heimili hjá okkur. Föðurforeldrar reyndar bara á sumrin. En þetta er frá því ég er 5 ára, þannig að mér finnst þetta ekkert rosalega langt síðan. En þú? Við búum 4 saman, miðstelpan sem er 18 ára og 8 ára bróðirinnar og svo er ein sem er farin að búa sjálf 23 ára. Þannig að við erum aðeins yfir hlutvallinu, 3 í staðinn fyrir 1,8. Það er að rífa þetta upp. 1,9 er það ekki? En ef við endum þessa umræðu hér húsnæði og fjölskyldustærð, þá langar mig aðeins til að spyrja hvernig var ykkar æskuheimili á Stödd, Hjörleifur? Sko við vorum 5 systkini og fæddumst með stuttu millibili, það var ára á milli okkar nokkurn veginn. Faðir okkar vann úti lengst af hjá Ríkisútvarpinu og mamma var heima og sá okkur krakkana. Og föðuramma mín bjó hjá okkur í mörg ár. Fjölskyldan var mjög efnalítil og við fluttum mjög oft. Við bjuggum í ódýrum íbúðum í Reykjavík, stundum í kjallaraíbúðum sem að varla hefðu þótt boðlegar í dag. Við fluttum, þar því ég var orðin 18-19 ára, einhvern tíma taldi ég það saman og tók myndir af öllum húsunum sem við höfum búið í. Ég held að það hafi verið 16 talsins.
En ég held að við höfum verið bara glöð og hamingjusöm fjölskylda og lifað ágætu lífið. Það verður sjálfsagt verið mygla í flestum þessum húsum. En við höfum góða heilsu og gott atlæti í öllum aðalatriðum, myndi ég segja. Kannski bara þrifist vel á sveppunum. Þrátt fyrir þá, myndi ég segja frekar. Þú veit það. Jú, ég ólst upp hér á Akureyri fyrst og flutti erlendis, bjó með foreldrum mínum og bróður mínum í Danmörku í 5 ár og síðan í Reykjavík og svo komum við aftur norður. Og það var, við keyptum okkur fyrsta einbýlishúsi því ég var þá 10 ára og búið minna á þeim tíma og síðan var á Brekkunni og vorum það í framhaldi af því og það var yndislegt og rosalega mikið nálægð við ættingja og ömmur og afa og svona sem var alveg yndislegt fyrir að alast upp á Akureyri í þannig umhverfi. Ragnar, hvernig ólst þú upp? Já, það var nú ósköp svipað hjá þér. Ég bjó nú býsna víða, svona framan af. Þegar ég fæddist þá bjó mamma heima hjá ömmu og afa en svo fékk hún íbúð í timburhúsi við hliðina á bókasafninu sem nú er búið að rífa. Svo fórum við út í Skarðshlíð þegar við vorum orðin 2 bræðurnir og byrjuðum hér í Glerárskóla. Svo fluttum við suður og það var heilmikið flakk sko á milli íbúða. Varst þú á flakki? Vá, ég get ekki talið sjálfur, slemmi við. Til 9 ára ég, eins og ég sagði á þá ólust við upp þarna í öruggri sveitafjölskyldu með ömmur og afa við hliðina á okkur. Og ef maður fekk nei á einu stað, þá fór maður bara á næsta. Þetta var allt á eitt eldhús og allt í sama húsinu. Yndisleg og góð trygg æska og síðan faðir minn kjörinn á þing þegar ég 9 ára, 1967, sem þýddi það við þurftum að fara til Reykjavíkur og þar fluttum við. Ég held ég sé búin að pröfa flest hverfi og ég tók ekki eftir nefni miklu. Það getur verið hún hafi verið til staðar. Já, svona, til þess að geyma mat og það er svona... Nei, það er ekki til. Ó, það kemur ekki neitt. Þetta er... Ó, það stendur hérna. Þetta er á ensku. Þetta er svona fótabað. Já, ég myndi halda að þetta er fótabað. Setur fæturna svona hérna á nýja. Já, setur fæturna hérna. Síðan bara stillir í hitan hérna. Já, sem stillir í hitan hérna. Rauður fyrir heitt, blátt fyrir kallt. Og síðan kemur hérna vatnið upp, myndi ég halda. En hvar fer það? Sko, það fer örugglega bara aftur niður á sama stað. Kannski bara fyllir þetta vatni og þetta hreyfir það og hita það. Já. Sér En sko þetta fyrir samband líka? Já, þetta fyrir samband, það er snúraðarmætt, það fyrir hitan. Hérna kemur annarkvæmt hitinn eða meira vatn. Ég myndi halda hitinn, það er engin vatnssnúra hérna. Síðan stilliru hitan hér. Setur fæturna hérna. Þú hefur farið óhefðbundna leiðir stundum, hikar ekki við að setja upp buff og farið rönd út á sokka og hlaupa maraþón og borða plokkfisk hjá mömmu. Þú ert ekkert áhyggjufullir yfir að taka á svona virðinguna af þessu embætti? Nei. Virðing felst ekkert í því að setja sig á háan hest og ég held það sé langbest að við komum alltaf til dyrana eins og við erum klædd og ég held að fólki bæri að hafa áhyggjur og velta vöngum ef til dæmis ég sett upp þetta ágæta höfuðfat við setningu Alþingis eða þegar ég flytti Nýársávarpið en mér finnst enginn geta tekið þátt í þessari umræðu nema að hafa verið í nístingskulda við Skansin út af Bessastaðanesi eins og ég var þegar minn ágæti vinur Sigurður Bogi smeltaði mig ljósmynd og ég með þetta ágæta buff Alzheimer samtakanna og hvet fólk til að styðja þau samtök með því að kaupa buff. Og finnst mjög skemmtilegt hvernig sá litli viðburður hefur þróast og vaxið. Nei, virðing ekki veginn og metin eftir höfuðfatnaði og fyrri forsetar hafa verið á sinn hátt alþýðlegir sem orð sem stundum notað og ég veit ekki nema við eigum að vera alþýðleg sem gegnum embættum
af þessu tagi, fulltrúar og málsvarar íslenskra þjóðar. Ásgeir Ásgeirsson, hann fór í sund hvern einasta dag í gömlu laugunum og var þar bara á Adamsklæðum í klefanum eins og hver annar, en það var einn munur. Fólk fekk einn snaga í gömlu laugunum en Ásgeir fekk 2 af því hann var forseti og ég finn hvarvetna að fólk vill sýna mér og embættinu tilhlýðilega virðingu en ekki einhverja hallærislega lotningu. Ekki bið ég það og ég held að fólki í landinu bið ekki heldur það. En hvernig finnst þér pressan eða fjölmiðlar hafa svona tekið á þínum málum? Vel, við njótum þess á Íslandi að hér getur fólk í þeirri stöðu sem ég gegni núna notið sín og fengið að vera í friði. Við höfum aldrei haft undan neinu að kvarta. Ég man vel að í einhverju ávarpa sinna minntist Kristján Eldjárn á það að blessunarlega fengi hann að vera í friði með sitt einkalíf og þyrfti ekki að þola hégómlega hnýsni eins og hann kallaði það og svo ennþá raunin og fyrir það eru við Elísa auðvitað mjög þakklátt fyrir hönd okkar og barnanna. Þau fá að lifa sínu lífi án þess að það sé einhver að trufla þau og þannig á þetta auðvitað vera. Við eigum að nýta okkar styrki sem felast í því að vera lítið samfélag og akkurat einmitt brýnt að þeir sem eru í áhrifastöðum eða virðingarstöðum setji sig ekki á háan hest, heldur finni að við erum öll jöfn. Er þetta segull? Ó, svona til þess að gema mjólkurvöðu. Ég var einmitt að fara að segja það. Og við eigum svona, bara svona spýtuð. Spýtuð, fyrir svona spýtuð. Veistu, ég var einmitt að hugsa það sama. Má ég fór mér? Ég ætla að fá svona stóð. Ég ætla bara... Búinn. Þá stærri en ein mjólkur þarna. Það er bara einn lítill. Hvernig heldur það hafa verið að vera bóndi 1918? Ég man nú ekki eftir því en það sem ég hef lesið mig til þá held ég þetta hafi ekki verið slæm ár að vera bóndi. Þarna gríðarleg bylting í landbúnaði, svakaleg bylting og það eins og allt sé að gerast í upphafi þessar aldar. Og það til dæmis leiguliðar berjast fyrir því í lok 19. aldar að eignast sína jarðir sjálfir og það næst og að landeigendur fara að selja jarðirnar sínar. Sama tíma þetta náttúrulega á þeim tíma sem að gríðarleg fólksflótti sem kallað var að fara til Ameríku og Brasilíu og víðar. Þannig að það mikið gerjun í gangi. En bændasamfélagið stendur samt enn sem slíkt tryggum fótum en það var samt aðeins farið að splittast úr því. Þannig að þarna að verða til alls kyns félagsskapur, til dæmis eins og kvenfélög, búnaðarfélög, skólarnir koma þarna, bændaskólinn og kvennaskólinn þeir koma fyrir aldamót. Þannig að 1918 eru bændur þó farnir að mennta sig og þannig að þetta heldur ég hafi ekki verið mjög slæmt. Svo kom fyrsta dráttarvélin 1918 og það skipti sköpum. Getur komið eitthvað svona aðeins meira inn á það? Er það kannski mikilvægasta tækið fyrir bóndan, það dráttarvélin? Ég held það. Náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli að fá vélar inn vegna þess að það var allt unnið á líkamannum. Þau unnu allt með höndum og fótum og þessi þrældómur sem að lesa og þetta var náttúrulega bara sjálfsagt að það þekktist ekki annað. Síðan kemur dráttarvélin og svo fyrsta kemur þarna sem að víst einhver tilviljun að það hefur verið 1918
hún kemur upp á Akranes og svo áfram koma tækin hvað af öðru og á þessum tíma þá var verið að slá með orðmálja á milli þúfna. 1921 kemur þúfnabannið til landsins og því að það einstakt, skilst mér, hér á landi það þessar þúfur okkar, þær finnast ekki annars staðar og þannig að hann var gríðarlega mikilvægur fyrir landbúnað vegna þess að það var hægt að slétta tún því grundvöllur að búskap að skaffa hey til þess að eiga fyrir skepnurnar. Þannig að á þessum tíma skiptir það gríðarlega miklu máli að vélarnar komu og sem verður svo til þess að það ekki þurftafrekur búskapurinn á mannskap og mannskapurinn fer þá meira út í það að vinna í þorpum og sjávarsíðum, fara í fiskvinnslu og annað slíkt. Ragnar, þú kinkaði kolli þegar þú nefndi dráttarvél, hefur þú verið keyrt upp dráttarvél eða traktor? Ekki löglega, en ég var nú aðalega að hugsa það að það ákveðin samsvörður þarna á milli sjávarútvegsins og landbúnaðarins að því leyti að atvinnuháttir höfðu verið mjög stöðugir á Íslandi í mjög langan tíma og eitt sem einkennir okkur í sjávarútvegi að hér var aldrei nein almennileg skútuöld og mjög stutt en hún hafði samt mikil áhrif vegna þess að aðrar þjóðir voru farnar að veiða upp í landsteinunum hjá okkur á þessum stóru skútum og svo erum við dálítið gripin í bólinu að allt í einu fara Íslendingar að hafa ráð á skútum og fara að kaupa þær og gera þær út áttuðu sig ekki fyllilega á því að það var vegna þess að vélöldin var hafin og þá var allir að reyna að losa sig við skúturnar sínar á hrakverði. Við keyptum þær og fórum á skúturnar okkar að veiða og þá komum bara vélbátarnir og þurrkuðu hérna allt upp. Þannig að ég held að hafi varandi atvinnuhættina hafi að komið dálítið bratt og svona aðkallandi að þjóðina hún yrði að vélvæðast. Þannig að vélbátarnir og dráttarvélarnar og bíllinn að þetta kemur allt inn á svona frekar svipuðum tíma vegna þess að við höfum bara séð hversu mikil hagsældartækifæri bjuggu í þessum vélum. Já, líka það að Íslendingar virðast hafa verið óskaplega nýjungagjafnir. Þegar dráttarvélin hún verður til 2 árum áður, uppfinninga hennar 1916 innan við, á 2 árum síðan hún komin. Eins með togarana þeir koma hann á fyrstu árum aldarinnar og þetta gerist allt einhvern veginn, við vorum ekkert að doka, nema kannski með skúturnar að það ekki gáði að sér. Við komumst náttúrulega á bragðið að síðan þegar við fengum styrk eftir stríð þá reyndum við að nota hann til að kaupa okkur stærri og dýrari skip og sigldum náttúrulega í ógöngur síðan þegar við þurrkuðum með uppstofnana en svona og það tengist því sem þú varst að tala um á, það var rosalega svona framfara hugur í fólki og fólk trúði því, það upplýsingi var að hafa verulega áhrif á fólk og trúðu því nánast að það var rétt að vera í áskrift að peningum með því að tækjavæða sig og breyta atvinnuháttum og svona og með það hugafar, þá náttúrulega fórum við inn í fyrstu hrunin okkar og höfum haldið því nokkuð með síðan. Ég myndi eiginlega mæla með því við lítum til þess að þessi framfara hugur þarna seinustu áratugum 19. aldar, hann birtist líka í stofnun Ólafsdalsskólans 1880 og þá áður búið að vera að ræða það í íslensku samfélagi í töluverðan tíma að nú skildum við stofna fyrirmyndarbú til þess að þróa búskaparhætti þannig að við getum lifa betra lífi í landinu. Og Torfi Bjarnason í stofnarheimaskóla í Ólafsdal, hann fer til Noregs, Skotlands og Ameríku til þess að læra ýmislegt landbúnað og kemur svo hingað, stofnar þennan skóla og hjá honum menntast bændasynir. Þeir læra að smíða kerrur, smíða ljái og hvað eina og svo upp úr þessu verða til hinir búnaðarskólarnir. Á undan Torfa var reyndar rekinn pínulítill búnaðarskóli í Flatey á Breiðafirði, þar sem í raun og veru upphafið af þessu, en engu að síður Ólafsdalsskólinn markar byltingu bókstaflega Og svo upp úr aldamótunum 1900 þá kemur ungmennafélagshreyfingi til Íslands sem að einhvern veginn blæs mönnum einhverjum framfara anda í brjóst og það einhvern veginn allir að vinna að bæta hag landsins í heild sinni. Og það ekki gróðasjónarmið sem knýr þá áfram, heldur bara löngunin til þess að búa til betra samfélag. Og það leiðir svo hvað af öðru eins og þeir voru að tala um áðan, þar til að gróðahyggjan tók yfir. En á þessum tíma náttúrulega, og samvinnurhreyfingin hluti af þessu, hún náttúrulega rætur hér, en það sem líka sem að bændur ströggluðu svolítið við hérna í upphæfi var það að þessi tæki og tól sem voru til
þau voru eiginlega framleidd fyrir Akuryrkju. Og þess vegna náttúrulega þúfnabaninn mjög mikilvægur af því það þurfti að gera stærri tún, en Akuryrkjan hún hefur ekki þeim bara þess allra síðustu ár verið möguleg hérna og svo náttúrulega landnámsöld eins og örnefni sína. En það þurfti ofta að breyta á tækjum svona til þess að aðalega eins og íslensku þúfnaaðstæðum. Hérna, ef við skoðum íslenskt svona bændasamfélag þá virðist þetta vera svona gengur í ættir. Ert þú af svoleiðis ætt? Jú, ég voðalega mikið svoleiðis. Við búum semst á Akri, jörð í Húnavatnssýslu sem var keypt 1923 af afa mínum og sonur okkar svo að taka við og þannig að hann 4. kynslóð en þar á undan bara aftur úr nema ég með smá vinkilinn í sjávarútveginn að föðuramma mín var frá Bolungarvík. En þeir voru samt bændur þar, hennar fjölskylda þar. En þetta ekki allt saman að breytast núna? Nú, ég talaði við bónda á Vesturlandi og hann taldi sig mjög heppinn að hans börn vildu halda áfram að búa. Jú, þetta nefnilega sko, ég nú fædd þarna rétt eftir miðja síðustu öld. Og við höfðum alveg ótrúlega miklu meiri tækifæri heldur en að það sem til dæmis foreldrar okkar höfðu. Það var ekki mikil tækifæri þá eða það þurfti að berjast til mennta. Það þurfti að berjast fyrir því að fara á annan stað heldur en að lífið afskapum. Til dæmis eins og móðurafi minn, hann fæddi uppalinn hér á Grýtubakka í Höfðahverfi. Hann hefði aldrei átt að vera bóndi. Hann sinnti sínu búskap mjög vel en hann var rafvirki eða rafverkfræðingur eitthvað slíkt af því að hann var svo óskaplega framfara sinni á þessu sviði. En í dag eru náttúrulega tækifærin alveg ærin á sama tíma og jarðaverðin eru alveg óskaplega há og tæknin í landbúnaði, ef við tökum eins og til dæmis með kúabúskap sem það eru færri og stærri bú. Þetta nánast óvinnandi vegur fyrir ungt fólk að kaupa jarðir í dag. Kaupa svona fjárfest, eða svona það sem búið að fjárfesta og eins líka með lítið sauðfjárbú eins og okkar. Þetta bara ekki mjög einfalt, alls ekki. Nú las ég í Bændablaðinu fyrir skömmu að ungt fólk sem velur að búa í sveit það þarf eiginlega að hafa tekjur einhvers staðar annars staðar til þess að geta ekki búið. Það bara svoleiðis. Þetta náttúrulega að vera í búskap, búa á jörðum og reka búskap náttúrulega að hluta til lífstíl. Og þegar við flytjum norður aftur, sem sagt undir aldamótin, 97, þá rétt og undan var búin að vera að gera einhver könnun þarna að mig minnir á Húnavatnssýslusvæðin. Ég man ekki hvort það var Norðurland vestra, ég held að það bara verið Húnavatnssýslusvæðin. Og þá voru sko allir bændur sem voru þá höfðu tekjur á einhverjum öðru, veiðitekjur, sitjendur, hefsnefndir, hvað það var. Og það var held ég ef ég manna rétt að það hafi verið innan við 10 sem lifðu bara á landbúnaði. Þetta bara ekki hægt í dag. Náttúrulega erfiðar fyrir til dæmis garðbændur, fyrir kúabændur og að vinna utan heimilisins en nú gerir tölvuveldið það þægilegra. En við náttúrulega, við fórum bæði strax að vinna, við vildum geta menntað okkar börn og gerðum það með því að vinna úti og líka til þess að komast í frí. Maður gerir kröfur í dag til þess. Hvernig vilt þú sjá framtíðið þinna barnabarna? Eiga þau að vera á Akri? Já, sko, ég verð náttúrulega fyrst og fremst að mín börn og barnabörn verði þar í lífinu þar sem þeim líður best. Og mér finnst það mjög sárt ef að sonur minn sem vill ekkert heitar en að búa ef að hann getur það ekki út á einhverju utanaðkomandi áhrifum að þetta bara ekki mögulegt. Og ástæðan fyrir því meðal annars að hvað þetta sé snúið í sambandi við jarðaverðin að til dæmis við foreldrarnir sem er búin að búa hérna í yfir 20 ár sko, þegar hann tekur við, kaupir jörðina, þá þurfum við eitthvað að fara. Við bjóðum honum ekki upp á það við sitjum í kjallaranum og verðum fingurinn á loftið. Við gerum það náttúrulega, þá betra að hafa okkur aðeins í burtu, svona upp á fjölskyldusamkomulag að gera. Þannig að við þurfum náttúrulega að hafa ákveðin fjármagn til að kaupa okkur nýtt annað húsnæði til að fara í eitthvað, þannig að það verður eitthvað að gera við okkur. Það því miður ekki hægt í dag að gefa jarðir, þá fer skattmann af stað.
Þannig að þetta dálítið snúið, en helst vil ég sjá þau á þeim stað sem að þeim líður best. En svo í þessu sambandi einhverju verður að gera þetta. Við verðum að tryggja matvælaöryggi hérna í landinu. Þið munið í hruninu þegar var orðið olíuskort, það var orðið, eða þegar Eyjafjallajökull gaus, það var alls kyns skortur því að það voru ekki flutningar á milli landi. Við erum svo ofboðslega viðkvæm eining. Þannig einhverju verður að gera þetta. Hjörleifur, sækir þú í sveitina? Ó já, ég gerir það. Það sko blundar í mér bóndadurgur djúpt í eyrum mínum sko. Mér finnst gott að vera í sveit og mér finnst gott að vera úti og gott að stunda líkamlega vinnu og gaman að ganga á fjöll og já, það sem sagt í mér einhvers konar arfgengur bóndadurgur bara. En ef við skoðum á þessar tvo atvinnuvegi sjávarútveginn sem við höfum komið inn á og eins líka landbúnað, hvernig sjáu þið þessa atvinnuvegi þróast í framtíðinni? Hjörleifur? Það nú, já, mér kannski ekki vel gefið að vera spámaður en sko ég að því leytinu til bölsýnismaður að ég trúi því að hagvöxtur sé af hinu vonda. Hagvöxtur leiðir okkur í ógæfu og að því mun koma að Íslendingar muni verða aftur fullkomlega háðir náttúrunni og ég hlakka til. Ég ekki viss ég muni lifa það. Við þurfum að taka alveg sérstakann þátt hagvöxt. Hvað segir hagfræðingurinn þetta? Ég ekki sammála því að hagvöxtur skiptir ekki máli en þetta skiptir auðvitað við höfum lært af því eftir hrunið að við þurfum að vera hófsöm í því sem við gerum og eins og við segir landbúnaður skiptir okkur gríðarlegu máli. Varðandi sjávarútveginn þá held ég að það muni bara þurfa að myndast meiri sátt þessar atvinnugreinar, sérstaklega sjávarútveginn. Og þá það eins og skatt og önnur gjöld, hvernig við ætlum að bara viljum að þessi fyrirtæki, hvernig aðstæður þau búa við og hverju þau að skila til samfélagsins. Og það líka gríðarlega munur á litlum fyrirtækjum og stórum fyrirtækjum sem við kannski gerum ekki mun á. Fólk sem með lítil fyrirtæki út á landi, það er svo mikil samþjöppun sem hefur orðið og það hefur svo mikil áhrif á byggðir út á landi. Og það hefur ekkert alveg myndast nógu mikil sátt hvernig við viljum sjá þessa þróun áfram. Nú erum við að tala fullveldi 1918 og þá dettur mér í hug hér og nú sala á landi. Nú erum við að selja útlendingum með heilu sveitirnar. Hvað erum við eiginlega að gera, Ragnar? Nú hefur verið spáð fyrir framtíð þessara atvinnugreina þannig að til dæmis sjávarútvegur að fara að gjörbreytast. Ákveðnar tegundir af störfum munu hverfa mjög hratt á næstu árum og áratugum og þar á meðal störf í sjávarútvegi. Það verða sífellt færri sem að starfa í þessum geira og í landbúnaði það færra fólk sem afkastar margfalt meira, byrjaði á dráttarvélinni en svo eru komin róbótar og alls konar. Þannig að atvinnuhættir að breytast. Það viðbúið við svoleiðis aðstæður að annars konar atvinnustarfsemi taki sér bólfestu og bændur til þess að var rutt veginn í raun og það voru þeir sem ruttu veginn fyrir ferðamennskuna. Áður en ferðamannabólan kom, einu innviðirnir sem voru í lagi voru ferðaþjónustan í kringum bændurna. Við hefum ekki einu sinni getað sett niður klósett sko, það sem snýr að svona almanna valdinu. En þeir ruttu dálítið veginn fyrir þetta. Á sama tíma hefur byggðaröskunin haldið áfram, fleiri flytja úr sveitunum og svona og það er kannski bara ekkert skrítið að aðrir sjáu tækifærin í því að stökkva þarna inn. Hvort það er jákvætt eða neikvætt, við búum bara í þessum heimi og við erum líka að horfa á það. Þetta er ekki bara jarðir í sveit. Þetta eru störf sem flytjast úr landi í auknum mæli til Eystrasaltslandana, Rúmeníu, Indlands, Kína. Þetta er vinnuafl sem kemur til okkar. Við búum bara núna í svona alþjóðlegum hreyfanlegum veruleika og þurfum að gera okkur gildandi í honum og grípa tækifærin sem í sveitunum, meðal annars, til að koma þar upp alls konar starfsemi sem aðrir sjá möguleikann í kannski betur en við sjá. Þessar tæknibreytingar ættu rauninni hafa rosalega jákvæð áhrif til lengri tíma á landsbyggðina hjá okkur sko. Þú veist, með því að geta sinnt starfinu hvar og hvenær sem er og ef við viljum gera okkur að land hugbúnaðar sem er kannski svona hugvits að þá þetta eftir landsbyggðina að vera sterkari að draga til sín fólk, að við getum unnið það sem þú vilt. Hvað segir þú um þetta? Sko. Já, sko. Mér er mjög mikið niðri fyrir. Við erum að tala sölu á landi, ekki satt. 2013 þá fór ég til Nýja-Sjálands á ráðstefnu þar stutt þróun kyn sauðfjár í Norður-Atlantshafi. Það er ágætis ráðstefna sem er árleg og gengur á milli landanna hérna í Norður-Atlantshafi. Þar hittum við náttúrulega bændur og við spurðum þessara spurningar, átt þú landið?
Og þá, nei, ég á það ekki. Og við vorum svona búin að fá að vita að það er engin bóndi á Hjaltlandseyjum sem á sitt eigið land. Svo þá fórum við að spyrja meir, hver á það? Ég veit ekki, ég hef samband við skrifstofu í London eða nefndi allskyns, en ég held að landeigandi sé á Nýja-Sjálandi, sagði þeir. Annars að ég held að búi í Ástralíu, en þeir hafa ekki hugmynd það. Þetta er einhlið. Þetta er ekki, finnst mér, það sem að við sjáum fyrir okkur að landið okkar verði allt í eigu útlendinga. Ég get ekki séð það fyrir mér og bara vil það ekki. En svo er hin hliðin á penningnum. Það er núna síðustu örfá ár hefur tekjur til bænda í gegnum afurðasölu hefur lækkað nærri 50%. Það er verið að kremja og mörka lífið úr sauðfjárbændum með því að lækkuna á verði. Það hafa ekki fundist rétta leiðir. Þú sagði sátt sjávarútveginn, það er ekki sátt landbúnaðar að mér finnst. Það hefur verið sátt landbúnaðar. Það hefur verið, fólk hefur séð það, en það er eins og tengingar milli landbúnaðar og þéttbýlis eða þessar sem stétta sem starfa ekki neitt tengt við landbúnaðinn, að hún hefur rofnað, þeir skilja ekki og okkur bændum, nú ætla ég nú ekki að alhæfa, en allavega mér sem bónda finnst iðulega verið hægt að ráðast á okkur út á hin og þessu. Sjálf erum við í endurnýtingu á gömlum fjárhúsum sem var byggð 1963. Ekki við, bara það að gera við fjárhúsum sín sem að voru að hruni komin varla mögulegt. Og ég er ekki að segja við séum skuldulhlaðin, en það er til fólk hérna í landbúnaði sem svo skuldulhlaðin, það sér ekki út augunum. Ef að kemur einhver á hlaði til því, þú ert örvæntingafullur af skuldum og kemst ekki út úr svið, kemur og veifa einhverju milljónköllum, þá hef ég alveg fulla skilninga því fyrir því. Ég hef svo fulla skilninga því þrátt fyrir það að ég vilji ekki að landið seljist svona út úr höndunum okkur. Það er til fullt af reglugerðum á Norðurlöndum sem við getum skoðað og tekið upp í þessu sambandi. Manni eftir því ég var í samninganefnd fyrir bændur í sauðfjársamningi hérna árum áður, að þá var meira okkur sýnt hvernig það var í Danmörku, þá var það bara ekki galin hugmynd, allskeið svona blokkeringa til þess að þetta geti gerst. En á sama tíma að vera að kreista og mörka lífið úr sauðfjárbændum, þá finnst mér þetta bara, ég hef bara skilning á þessu. Og nú til þess að hafa kúabændur, þeir hafa fjárfest gríðarlega mikið í róbótum eins og uppmáðan og í allskyns tækni á tólum. Og það er bara ekki þægilegt fyrir unga fólki til þess að taka við því. Nú hef ég heyrt áhyggjus kúabænda, þessi góði tími, þeir hafa verið tekið herra heldur sauðfjárbændur. En nú þessi góði tími að fara vegna þess að nú komið innflutningur hráu kjöti. Og ekki bara það að okkar bústofni geti verið hættu þess vegna heldur þá getur hrunið nautakjötframleiðslan. Þannig að þetta er ekkert einfalt. Edda, hvernig heldur þú að landsbyggðin líti út eftir næstu 100 árin? Landsbyggðin? Ég er vongóð að það muni fleiri sjá huga og búa út á landi þegar tækninni fleigi fram. Ég allavega vil vona það innilega að við með því að mér finnst ungt fólk í dag vera ofboðslega meðvitað náttúruna og umhverfismál. Við erum að sjá fleiri hugsa mataræði, vegan, ungt fólk miklu meðvitað en held ég það var þegar bara mér smunið þegar ég var ung. Og það að vilja búa í nálægð við náttúru held ég verið líka ákjósanlegra. Og ég er að vona þá með því að þegar tæknimálin verið þannig að þú getur verið starfandi tölvunarfræðingur eða í nýsköpun, þú getur búið hvar sem að þá verði eftirsóknarverðar að búa á landsbyggðinni. Ein leiðileg spurning til þín að lokum. Hafa íslenski bændur verið of þröngsýnir og íhaldssamir? Eflaust að mörgu leyti, en sem við töluðum hérna upphafi aldarinnar allavega á 1918 upphafi þessa fullveldis okkar, þá voru þeir nú aldeilis ekki þröngsýnir. Svo gerist ýmislegt á leiðinu og við höfðum bara alveg fullt í fangi með að fæða og klæða þjóðina fram eftir öldinni. En ég held að þeir hafi samt sem áður staðið sig vel, vegna þess að þeir hafa vélvætt sig, sem grundvallaratriðið, og það nú búið að leggja ljósleiðar um landið. En það má kannski segja að það má kannski gera betur, en við verðum líka að muna það eru svo fáar hendur á hverju bíli. Við höfum bara alveg full kapp nóg með að gera þessi daglegu störf sem þarf að gera
til þess að reka bílið. Þá ég að tala til þess að það möguleikar á heimavinnsluafurðum að selja beint frá bíli og allt það, en að þetta ekki hægt nema það sé fleiri í heimilina því einhver þarf að vinna störfin. Þetta hljómar mjög vel að gera þetta og svoleiðis, en það búið ber það ekki að ráða til sín starfskraft til þess að sinna þessu. Þannig að ef að fjölskyldan nógu stór til að sinna þessu, þá þetta hægt. Þannig að mannfæðin á jörðunum gerir það, heftir svolítið líka þessa framfara þróun sem að aftur á móti var einfalt í upphafi aldarinnar þegar það var svo margir í heiminum. Úff, það er þungur. Þetta sími. Hvernig maður slæðir í númerið. Þungur. Nei, hvernig slæðir maður í númerið? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ekki fara langt, framtíð í ljósi fortíðar heldur áfram eftir nokkrar afmæliskveðjur.